Á B5 fyrir 20 árum síðan. Og við þekktumst sko frá í gamla dag á Akureyri. Þannig við fórum bara og tókum spjall saman og síðan bara ekki söguna meir. 6 mánuðum eftir þetta vorum við gift. Og svo byggðum við þetta húsina 2007 og hér höfum við verið síðan. Já, við höfum bara mjög góða reynslu af samfélaginu í Kópavogi, bæði það að ala upp börn og reka fyrirtæki og vera með barnabörn sem eru að útskrifast úr menntaskóla og koma með bílpróf og bara, maður bara hlakka til að fá að fylgjast með þeim og þau gifta sig og eignast börn og vona bara að maður hafi heilsu til þess. Já, það er náttúrulega veitur okkur alltaf mikla gleði, fjölskyldan. Eitt okkar barnanna er hérna með 3 börn. Þau eru bæði í mjög krefjandi vinnu. Hún er læknir og hann er verkfræðingur. Og þau tala sérstaklega það að þau geta stólað á það að leikskólinn sé ekki lokaður. Og það myndi skipta alveg rosalega máli bara fyrir þjóðfélagið. Það þarf að kalla út annað læknir eða verkstjóra í verkframkvæmdum hérna vegna þess að það þarf að vera heima með börnin. Og svo þetta fer eftir í hvernig starfi foreldrarnir eru, eins og mér að segja. Þarna er bara mjög erfitt að þú með vinnuveitanda eins og Landspítalann, þú getur ekki bara sagt hérna ég þarf að fara heima því að leikskólinn er lokaður. Við höfum bara heyrt jákvætt í garð þessa Kópavogsmódels og að það sé ekki 100%, þá er þetta hlaupandi og ég veit að það er verið að bæta það. Já, það gefur mér bara trú á framtíðina að bæjarfélaginu hefur verið stjórnað vel og er bara í uppbyggingu og er í blóma og ef að bæjarfélaginu verður stjórnað svona áfram, þá er ekkert nema bjartir tíma framöndan. Tek undir þetta.